Herðu, Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði, hann var með fyrirlestur í gær, held ég, eða ekki, var það ekki gær? Jú, það var í gær. Velferðarríkið. Þetta eins og þetta hugsjón og síðan var þetta eiginlega stefna flestara ríkja miðja öldina, menn kannski svona, heyrum ekki eins, orð heyrum ekki eins oft og áður, velferðarríki. Í dag? Nei, ekki eins oft. Nei. Það nefnilega dofnað yfir þessu orði sérstaklega. Ég myndi gíska á það, en ég veit það líka vegna þess að þú tókst það fram í fyrirlestrinum að það hefði verið sjaldan notað, þetta velferðarkerfi. Já. Má ég bara að byrja þar svona að enda? Hver er munurinn á velferðarríki og ef ég væri að tala bara um velferðarkerfi? Já, sko, velferðarkerfið þessar stofnanir og lög og reglur sem að setja ramman alls konar þjónustu, réttindi, félagsleg réttindi sem að íbúarnir njóta. Velferðarkerfið að vísa til þessar stofnana að við höfum örorkubætur, laun í veikindarétti og svona alls konar dótir. Og það eru stofnanir utan það sem að halda þessu gangandi og starfrækja þetta. En velferðarríki og velferðarsamfélag er alltaf annað. Það er þá þjóðfélag, samfélagsgerð af ákveðinni tegund sem að byggist á því að það er umsvifamikið opinbert félagsleg þjónusta og réttindakerfi sem komið á frekar stór ríkisbúskapur með nokkuð almennum réttindum fólks til félagslegra gæða og kerfið velferðarkerfið eða velferðarríkið gengur þá mikið út á það að tryggja lágmarks lífskjör allra íbúanna. Nú eru þessi svo verðsetti geti lifað þokkalú lífi. Og þau eru náttúrulega ýmsum tegund, ýmsum gerðum þessi velferðarríkið. Það gerði greinarmun á norrænum velferðarríkjum og frjálslyndum velferðarríkjum, Bretlands, Bandaríkjan og þessara enskumælandi landa og enn velferðartýpan þessi meginlands velferðarríki eins og Þýskaland og Frakkland og þess áttar sem að tengja réttindi mjög mikið sem sagt atvinnu og sem sagt réttindi bætur stjórnast mikið af sem sagt tekjum sem fá fyrir laun sín, atvinnutekjum. Meinar eins og virk á Íslandi og fleira sem tengt í að maður sé vinnumarkaði? Bæturnar hér eru ekki beintengdar sem sagt elli og örorkubætur eru ekki tengdar launum á vinnumarkaði. Lífeyrissjóðirnir, já. Herðu, en að því að þú ert sagnfræðingur, ekki að byrja á byrjunni, hvenær kemur þessu hugmynd og hvernig þessu hugmynd að samfélagi að vera svona, því að býst við að samfélagin hafi verið hugsuð öðruvísi áður. Já. Hvaðan, af hverju datt mannskepnunni þetta í hug? Þetta á sér langa sögu eins og allt, sko. Og það sem ég var að gera þarna í gær í þessari erindi, það var eiginlega að rekja bæði orðin sem notuður velferðina og þá þessi kerfi sem að þau vísa til og við getum rakið þetta orð allt aftur til Þjóðverja á 19. öldinni þar sem þeir eru að tala velferðar samfélag, fólfart stat og þar gegnir ríki veigamiklu hlutverki ekkert endilega á félagslegum vettvangi heldur semst að bara almennt að tryggja velferð íbúanna og það getur þess vegna verið bara öryggisþjónusta eða að gæta öryggisþegnana. En það er ekki fyrr en eiginlega að þegar komið fram á undir miðjöldina svona eftir 1930-40 þá kemur kreppan og þá koma alls konar aðgerðir hins opinbera til skjalana á félagslega sviðinu til þess að koma til móts við þetta óöryggi sem að kreppan hefur skapað, sérstaklega atvinnuleysi. Samla kerfi hrundi það, þannig að þú þarf að búa til nýtt kerfi. Já. Þetta hefur verið að vaxa svona og einmitt á þessum tíma með aðgerðum Roosevelts í Bandaríkjunum og Norðurlöndunum og í Bretlandi þá farið að hugsa þessi mál alveg upp á nýtt og þá kemur þetta hugtak velferðarríki þar sem að þetta félagslega grunntónninn í hugmyndinu velferðarríki. Hvað meinar með því að þetta félagslega? Hvað er það? Þetta félagslega þá fyrst og fremst félagslegar aðgerðir
opinberar aðgerðir til þess að veita fólki aðstoð þegar áföll dynja yfir í lífinu, tekjuskerðing, veikindi, slys, dauðsföll. Þegar þú verður gamall og getur ekki unnið. Já, til dæmis. Þegar þú ert með barna, mörg börn og þunga framfærslu. Já. Að það sé eiginlega sameiginlegt hlutverk samfélagsins alls að sjá til þess að allir geti átt gott líf. Já, það þessi mikla hugarfarsbreyting sem verður snemma á 20. öldinni, sem sagt að þið opinbera hafið þessa ábyrgð. Það var mikið deilt þetta og jafnvel enn í dag að þessu leyti. Það eru menn á Íslandi sem að vilja fá næturvarðaríkið aftur. Það sé bara lögga og herr. Þeir til? Já, Hannes kom ekki inn í háskólanum, hann segir þetta með næturvarðaríkið, talar það með söknuði. Já, en sem sagt á þessum tíma var þetta ekki sjálfsagt mál, sko. Þannig að þetta sífellt tókstreita milli þeirra sem vilja auka hlutins opinbera í þess á félagslega sviðinu. Og þetta ekkert einskorðað bara við sósíalista eða jafnaðarmenn, heldur eru frjálslyndi borgarar seint á 19. öld og alveg fram á 20. öld sem eru að mörgu leyti forvígismenn, alls konar slíkra félagslegra samhjálpar. Eins og við sjáum í það, sumstaðar sko félagslega kerfið raunverulega byggt frekar á svona borgaralegum hjálparstarfi frekar heldur verkalýðsbaráttunni og öðru slíku, það fyrir svona ólíkt eftir löndum. En hvernig, nú oft sagt að íslenska velferðarkerfið, íslenska velferðaríkið, sé ekki alveg eins og hinn norræna. Hvað ólíkt með Íslandi? Myndirðu segja það að við værum hluti af norrænu velferðaríkjunum eða eru við öðruvísi? Við erum hluti af norrænu kerfunum en við erum öðruvísi. Já, það stutta svarið, sko. En ég vil fyrst nefna það að það varð geysilega mikil og ör þróun í þessum félagsmálum á Íslandi á stríðsárunum seinni. Og þá kom upp þessu kerfi sem við enn búum við. Og einn aðalhornsteinn í því almannatryggingakerfið sem lögin almannatryggingar sem eru sett 1946 og þetta gríðarlega viðamikið kerfi og þá þessi félagsmálapólitík á Íslandi mjög metnaðarfull. Að byggja upp gott traust samfélag, svona nation building hugsun í kringum uppbyggingu velferðarríkisins. Þetta á sama tíma og við erum að fá lýðveldi, þannig að menn eru uppfullir af nýjum hugmyndum. Þjóðminjasafn og þjóðleikhús og við viljum fá sinfóníuhljómsveit og útvarp og allt. Ísland á að verða menningaríki, full valda og líka full valda í menningar og félagsefnum líka, sko. Þannig að það mikill metnaður og mikill hugur í mönnum, en það sem hjálpaði þeim líka á þeim tíma að þetta með ríkustu þjóðum í heimi. Íslendingar græddu svo mikið á stríðinu. Þessi mikli auður sem skapast á stríðsárunum eiginlega fjárhagsleg forsenda fyrir þessu metnaðarfulla velferðaríki sem að myndast. Þannig að á þessum tíma stöndum við alveg fyllilega á sporði við norrænu ríkin hin. En svo gerist það smám saman að velferðarkerfin á hinum Norðurlöndunum, þau vaxa og réttindin aukast, bæturnar hækka og við fylgjum þessu ekki alveg eftir. Þannig að meiri tregða hér. Já, það hægari vöxtur í þessu velferðarkerfi almennt og þetta bæði við sem sagt svið réttindana en líka bara bæturnar sjálfar. Við förum út í ákveðnar aðgerðir, við förum út í tekjutengingar strax frá upphafi sem að halda aftur af bótunum. En svo nefnilega þegar kemur nær aldamótunum 2000 þá fara Íslendingar sækja í sig veðrið aftur og þannig að bilið milli þeirra og Norðurlandana verður ekki alveg eins mikið og hafði verið áratugunum undan. Og Norðurlöndin koma líka niður til okkar. Já, í kreppun eftir 1990. Við vorum að segja frá því á fréttavefnum okkar. Það var að koma út bók í Svíþjóð sem heitir Gráðuga Svíþjóð, hvernig þjóðarheimilið breyttist í paradís fyrir hennar ofurríku. Það sem fjallar eiginlega að Svíar séu eða stjórnvöld hafi svolítið sveikt frá þessar hugmyndum
þjóðarheimilið sem næri einmitt utan þetta velferðarríkið. Áður en við tölum kannski átökin eða svona ólíka þróun á eftirstríðsárunum, þá nefndirðu Jón Blöndal í fyrirlestrinum sem svona forvígismann velferðarríkisins á Íslandi og við erum með mynd á honum. Ég er ekki mælikvarði sko, en ég vissi ekki hennar mann. Hver er þessi maður? Akkur kynnur hann sem svona forvígismann velferðarríkisins? Ég kynnti hann þarna sem hinn íslenska Beveridge. Og það er ekki lítil. Nei, og þessi Beveridge sem maður vísa til, hann héti William Beveridge og var mjög frægur hagfræðingur í Bretlandi. Og embættismaður og naut mikilla virðingar. Hann er fengið til þess að taka út og gera tillögur nýtt almannatryggingakerfi. Hann var sérfræðingur í því sko. Og semur þarna mikla skýrslu sem er kölluð bara Beveridge skýrslan 1942. Hún verður fyrirmynd að mörgu leyti norrænu ríkjana eftir stríð. Þetta er alveg grundvallarrit og Jón Blöndal þekkti þetta náttúrulega mjög vel. Hann kynnti sér Beveridge mjög vel og hann kynnti sér Keynes mjög vel og stefnur og strauma í þessum bæði félagsmálum og efnahagsmálum á þessum tíma. Og það er hann sem er fenginn til þess að ásamt öðrum mönnum til þess að undirbúa tillögur nýjar og breyttar almannatryggingakerfi. Og hann vinnur að þessu meira og minna á stríðsárunum í mörg ár á vegum félagsmálaráðuneytis sem er nýbúið að stofna. Svo kemur ný ríkisstjórn, nýsköpunarstjórnin svokallaða frá 1944 og honum er falið að semja tillögur á samt Jóhann Sæmundssyni. Og þetta er það sem það sem Alþýðuflokkurinn fékk út úr eða það væri stjórnarsáttmáli, ég veit ekki hvað það. Þetta var stóra málið þeirra. Þeir gerðu þetta úrslita atriði fyrir þáttöku í ríkisstjórninni. Og Jón Blöndal er sem sagt aðalmaðurinn, aðalhugsuðurinn á bakvið þetta nýja kerfi. Og það náði ekki bara yfir þetta félagslega kerfi, sem sagt almannatryggingarnar og heilsugæslunni heldur líka hugsaði sér að það væri komið upp svona hagstjórnar skipulagi í anda Keynes hagfræðings hins fræga og þetta ætti að spila saman. Þannig að þetta er allsherjarkerfi sem sagt félagslega. Hafði hann þessi áhrif að geta náð þessu fram? Hann var bara réttur maður á réttum stað. Hann var sem sagt réttur staður í Alþýðuflokknum? Já, líka pólitískt sko. Þetta skiptir mjög miklu mál og þegar Alþýðuflokkurinn nær þessu fram að þetta verður að stefnuatriði í nýsköpunarstjórninni þá er honum falið að vinna þessum tillögum vegna þess líka að hann var búinn að vinna að þessum málum í mörg ára á undan og hann var líka skrifstofustjóri í Tryggingastofnun ríkisins, þannig að hann þekkti þetta út og inn. En sem sagt, Jón Blöndal hefur verið dálítið svona í skugganum af ýmsum stjórnmálamönnum á þessum tíma. Því hann sneri sér raunverulega bara til verka. Já, hann sneri sér til verka og svo bara dó hann skömmu seinna, hann dó 1947, hann var 40 ára gamall og hafði verið veikur og sem sagt, þannig að svona við sem síðar komum, við svona þekkjum mjög lítið til hans. Það er ein gömul mynd sem var almannatryggingar sem var mynd sem fylgdi. Ég veit ekki hvort að fólk sjá þetta, en alltaf erfitt að sjá svona flókingröf í sjónvarpi. Þetta er eiginlega mynd af æviferli og hvernig velferðarríkið styður mann og hjálpar mann í gegnum tíman. Viltu pröfa að renna í gegnum þetta, hvernig hugsjónin var, hvernig velferðarríkið hjálpaði okkur ævin á enda? Þetta er sem sagt mynd úr skýrslum og tillögum Jóns Blöndals og félaga, þar sem þeir eru að útskýra hugmyndina almannatryggingar og heilsugæslu reyndar líka. Og þarna lengst til vinstri sjáum við þegar barn fæðist, þá fær fólk fæðingahjálp. Og þarna er þetta náttúrulega líka inn í sem sagt önnun barna
og síðan borgar fólk þegar komið á fullorðinsár iðgjöld inn í kerfið. Þetta nýja kerfi var reyndar fjármagna bæði með iðgjöldum og framlagi ríkisins og einmitt á þessum árum kemur ríkið svo mikið inn í þetta félagslega kerfi en áður höfðu sveitarfélögin verið miklu meira og eins líka bara Þannig að hugsunin er ekki bara eins og oft talað að við eigum að styðja þá sem standa höllum fæti sem er jöfnuður í samfélaginu, heldur þetta líka tilflutningur og fé á milli kynslóða. Þannig að við styðjum þig þegar þú ert í námi eða ert með barnafjölskyldur, með barnabótum og öðru slíku. En skattarnir eru kannski hærri þegar þú ert börnunum farin að heiman og þú ert kannski komin með hæstu launin þín yfir ævina, þá ert að borga hærri skatta til þess að greiða þeim sem eru ungir og kannski líka þeim sem eru gamlir. Já. Þetta eru tilfærslu bæði milli kynslóða og milli frá tekju hærri til tekju lægri. En þau eru misbrött þessi kerfi, þannig að tekju tilfærslunar eru mismunandi eftir löndum. Milli kynslóða? Nei, milli stétta og milli tekjuhópa. Já. En hefur ekki með almannatryggingarnar, hugsjón Jóns og félaga, var það að allir fengju almannatryggingar. Já. Og það þessi hugmyndum flutningu á milli kynslóða. En núna hefur það eiginlega verið að laskast með svona tekjutengingum. Þannig að það eru bara þeir sem eru með lægstu tekjurnar sem að fá óskertan Já, það er mjög lítið hluti sem að fær óskertan lífeyri úr almannatryggingum og það gerðist eiginlega bara strax í upphafi. Jón Blöndal byggði á Beveridge grundvallarreglinu flatar bætur, jafnar bætur fyrir alla. Það er grunnhugsunin. Og svo að þú þurfi ekki á því halda, þá færði þessar bætur, en þú borgar bara hærri skatta í stað. Já, og þetta er hugsað sem svo að auka samstöðuna í samfélaginu, en líka það að menn leggja inn í kerfið með iðgjöldum og eiga rétt á því að lokinni starfsæfi að fá sem sagt ellilífeyri. Hann sé ekki skertur vegna tekna á starfsæfinni. Þessi hugsun, þetta er ennþá ekki. Nei, þetta var fellt út úr frumvarpinu á lokastigum málsins þegar Alþýðuflokksmenn og sjálfstæðismenn voru að togast á frumvarpið og sjálfstæðismenn vildu skera niður útgjöldin og þá kom þetta til niðurskurðar ásamt öðru. Og það sem skori mest niður eiginlega var annars vegar þetta með tekjutenginguna og svo hins vegar þetta sem þessi hugmynd hagstjórn í anda Keynes, þá kom á fót atvinnustofnun ríkisins og hún átti meðal annars að sjá skráningu á vinnumarkaði, skráningu atvinnulausra, sjá atvinnuleysisbætur. Þetta allt féll út af bæði og atvinnuleysisbætur komum seinna í gegnum samninga. Já, akkurat, 1955 koma þær. Þannig að kannski var aldrei smíð á Íslandi módelið sem að... Nei, það náði nefnilega ekki alveg fram að ganga og það var skamman tíma sem að ekki var tekjutenging á ellilífeyrinum, minnum við frá 61 til 72 eitthvað svoleiðis, en síðan þá hafa tenginguna verið og það eru afar mikið tekjutengdar núna, sennilega með því mesta sem gerist bara hér í heiminum. Þú fórst yfir kafla þar sem þú labbar í gegnum gamla fjórflokkin, afstöðu þeirra til velferða og byrjaði náttúrulega á Alþýðuflokknum sem að málið skildast. Já, hann er leiðandi í þessari. Kannski ekki mikið við það að bæta sem við hefur sagt hér eða hvað? Nei, það er þessi klassíska sósíaldemokrátíska hugmyndafræði. Síðan komur róttæku sósíalistarnir í Sósíalistaflokknum og Alþýðubandalaginu og voru þeir með aðra afstöðu. Já, það er nefnilega þannig að þeir eru hlynntir alls konar félagslegum réttindum alveg frá upphafi, en þeir eru ekki hlynntir þessu kratíska velferðaríki sem Alþýðuflokksmenn að tala Og hvað er það sem þeir þola? Við getum bara byrjað á gagnrýni Halldórs Kiljan Laxness 1944 á bók Beveridge, þar sem hann segir eitthvað á þá leið Þannig að hann veit á öllu Laxness. Já, hann hafði skoðun á öllu, sérstaklega þessum árum. Hann talaði þetta félagslega öryggi sem er svona lykil hugtak á þessum árum.
þetta félagslega öryggi Beveridge nú fyrst og fremst til þess að draga úr óeirðum og byltingarhættu og veita mönnum þjáningalítið, hann orðaði það einhvern veginn að sem sagt að, svo ég hafi rétt eftir kallinum, að það verður að gera kapitalismann svona þjáningarminni til þess að alþýðan sætti sig við hann. Hafa þjáningalítið atvinnuleysi, hann orðaði eitthvað þannig. Þannig að alveg frá upphafi þá eru sósíalistar og kommunistar gagnrýnir á þessa hugmynd Alþýðuflokksins, vilja náttúrulega ganga þeir eru náttúrulega andófsflokkur, þeir vilja breyta kapitalismann. Þetta ekki það sem þeir stefna að. Smám saman auðvitað gangast þeir inn á velferðarríkis hugmyndina almennt, en alveg allar götur, fram eftir seinni hluta 20. aldarinnar, þá þetta vinstra andóf fyrir hendi. Og kannski það endurvakið aftur með nýjum flokkum í dag. Ég held að það sé núna það róttækt að halda fram velferðaríkinu, vegna þess að það er lengi sem heldur því á lofti lengur. Mér finnst það allavega gaman að tala tala það svona ómengað eins og var áður. Já, þú meinar sjálft orðið, velferðaríki. Já, líka bara svona velferðarsamfélag. Já, velferðaríki sem það og þessar hugsunir sem þarna, því að þetta náttúrulega mikið skolast til á leiðinni. Já. En ég ekki að segja að nýji sósíalistaflokkurinn hafi tekið upp afstöðu til deilna sósíalista og alþýðuflokks 1950. Það ekki. Þetta samt klassísk efni sem alltaf til umræðu, Já. Herðu, Sjálfstæðisflokkurinn, hann náttúrulega á þessum árum, á eftirstríðsárunum, að gamlir sjálfstæðismenn tala gamli góði Sjálfstæðisflokkurinn vegna þess að hann hafi verið mildari og það tengist þessu sem við erum að segja, að hann hafi verið viljuri til þess að taka þátt í félagslegum aðgerðum og öðru slíku. Var það svo? Já, það gætna talað það að hafi skapast einhvers konar þjóðarsátt 1944 þetta nýja félagslega ríki Ísland. Og að vissuleyti má segja það, en þetta var svona dálítið þvinguð sátt, þetta var eiginlega málamiðlun vegna þess að Alþýðuflokkurinn gerði þetta úrslita atriði og Sjálfstæðisflokkurinn varð að ganga að þessu ef hann ætlaði að koma ríkisstjórnin saman. En hversu heilsugar hann var að bakvið þessar almennu hugmyndir annað mál. Það voru mjög margar raddir innan Sjálfstæðisflokksins. Sumir menn eins og Gísli Jónsson, þeir alveg fögnuðu þessari almennu hugmynd sem sagt svona universal kerfi, meðan aðrir voru miklu gagnrýnir og taldi bara að þetta binda þessa aðstoð við þá allra fátækustu. Það væri svona fátækra hjálp í nútíma mynd. Svona borgarlegri fátækra aðstoð þar sem þeir sem eru aflugufæri, jáfnvel með frjálsum framlugum styðja hina veikari. Þær ræddir hafa alltaf verið. En svona sambandi við þetta leiði bara til aumingjavæðingar og svona. Voru þær ræddir? Já, þá voru margir sem að þóður rétt á lífeyri, þá tóku þeir ekki út. Margt fólk sem taldi bara alls ekki hæfi að ná í bætur hjá Tryggingastofnun. En hugmyndum að ríki væri núna farið að hugsa fyrir okkur öllum og við gætum ekki að okkur sjálf að vera betra einstaklingur sjálfur, segjum það að gæta öryggi sínu okkur og fleiru. Þetta nefnilega mjög áberandi. Barnapíu ríkið. Jú, the nanny state eins og þau kölluðu á ensku. Þetta var mjög sterkt á 7. og 7. áratugnum. Og bæði í pólitíkinni líka í menningunni, í sem menningapostular tóku þennan þráð upp og þetta hluta þessari líka pólitísku togstreitu á tímum kalda stríðsins, það voru bara sem sagt kommunistar og kapitalistar og sósíaldemókratarnir voru einhvers staðar á milli, íhaldsmenn og frjálslyndir sögðu að þetta norræna kerfi það væri litað af sósíalisma Sovétríkjanna og þess vegna ætti að halda þessu og svipað öfugt við það sem Laxness voru að segja að það væri að koma kapitalisman í kokið okkur, að það væri að vera að koma sósíalisman í kokið okkur. En þú nefnir það menningarlegt, það var þarna svona 8. áratugum, kannski frekar en 7. talaði sænsku mafíuna, það var verið að tala Svíþjóð sem eitthvað. Já. Það kæmi eiginlega einmitt þetta, að það væri eiginlega ónýtt land. Já.
Svíþjóð verður svona erkidæmi fyrir norræna módelið og verður líka skotspónn harðrar gagnrýni einmitt á svona forsendum þess að það sé verið að þrengja að frelsi einstaklinganna og athafnafrelsi manna. Mikið af þessari gagnrýni kemur, þegar maður les íslensk blöð til dæmis og reyndar líka á Norðurlöndum, að gagnrýnin svona framan að kemur mikið frá Bandaríkjum. Greinar í bandarískum blöðum og tímaritum birtast og eru þýddar af hægri pressunni hér og annar staðar á þessum nótum. En síðan bara vex andstæða líka í Svíþjóð gegn kerfinu. Kannski sérna. Já, en hér á Íslandi birtist þetta mikið á þann veg að margt ungt fólk sækir menntun til Svíþjóðar og kemur með nýjar hugmyndir til Íslands, bæði þjóðfélagið, menninguna, mannin, sálfræði, alls konar nýjar greinar sem menn læra út í löndum og eru að reyna að máta þær við Ísland. Og margir bregðast illa við, og þannig þessi sænska menningar mafía að verða allt of uppi röðslusu. Og talar eins og að þetta sé einhver sannleikur sem að við eigum að... Já, þetta passar ekki við íslenskt samfélag. Þetta er átakaára, það sem að við gætum sagt að velferðarríkið hafi verið samfélagssáttmáli eftirstríðsárana. Þannig er að fæðast nýr samfélagssáttmáli sem er eiginlega samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjunnar sem tekur við. Hann verður kannski ekki sáttmáli, en nýfrjálshyggjan. Hún ríkti. Nýfrjálshyggjan sækir mjög á eftir 1970 eins og við vitum. Það er svo gott að tala greinan þess að góra á Bandaríkjunum. Þetta er mikið úr bara think tank sem er fjármagnaður af auðugu fólki sem er að segja að þýðir ekkert að hafa affordable houses fyrir innan fátæku. Því að það, þú rýfur engan upp úr fátækt með stuðningi og það er bara mikið verið að djöflast á þessum grunnhugmyndum velferðar ríkisins, hugsjóninni. Já. Þarna fer bæði saman sem það sem kallaði kreppa velferðarríkisins eftir 1970 vegna bara efnahagserfiðleika og fjármál margra ríkja eru í lamasessi. Þegar verður svo mikill efnahagssamdráttur að þá beinast spjótin að ríkisvaldinu og umsöfum þess og margir vilja draga úr þeim. Og það er þessi stagflation sem kemur þarna upp og allt þetta. Kannski ástandi, sem við segja að þessum að lendi í svona ástandi aftur. Já, verðbólgu og samdrætti. En það er líka eins og þú segir að það er miklu markvissari útbreiðsla nýrra hugmynda á hægri vægnum. Oft tengt við Montpellerin, samtökin og það allt. Og við fáum smjörþefin af þessu svona í kringum 1980, 78, 79 og þá eiginlega kemst þetta velferðar þjóðfélag í mikla varnarstöðu, bæði efnahagslega en líka hugmyndalega. Og það er hörð barátta háð á næstu áratugum og stendur enn yfir. Hún er svona mishörð en þetta gengur allt í bylgjum. Þú talar svolítið eins og sagnfræðingum gænt, ekki svona væntum umfjölduröðu þitt. Það er langar að spyrja þig. Langaði að fjalla þetta vegna þess að þið finnst velferðarríki vera mikilvæg hugmynd sem er gott að við myndum velta fyrir okkur í dag. Já, hún er ekki bara hugmynd, hún er náttúrulega raunveruleiki. Hún er raunveruleiki, en það sem ég vildi gera með þessu erindi og okkar tali er með að beina sjónum að ekki sjálfu kerfinu heldur hvaða hugmyndir liggja að baki og hvaða gildismat liggur á baki til dæmis réttinda kerfum. Og eitt af því sem er alveg höfuð atriði er einmitt þessi hvaða afstöðu við eigum að hafa til það sem kallað universalisma, þar að segja hvort að bætur og réttindi að vera almenn fyrir allan hópin, alla þjóðina, eða hvort við eigum að afmarka þær og afmarka bæturnar og beina því að fólki sem hefur minni tekjur. Og þetta er ekki bara vinstri hægri spursmál, því að innan verkalýðshreyfingarinnar hefur lengi verið andstaða við eða raddir sem hafa mælt á móti svona almennum bótum og vilja að þær séu tekjutengdar. Þannig að þetta er svona ákveðin grundvallar afstæða sem menn þurfa að hugsa vel En nú má ég spyrja, Guðmund, hvað finnst þér? Ættu við að hafa bæturnar almennar?
Já, ég tel að við ættum að hafa þær almennar en ég held við komist ekki hjá einhverju tekjutengingu. En á Íslandi göngum við lengra en held ég flestar þjóðir í tekjutengingu. En til þess að geta gert það, hafa bæturnar almennar, þannig að öll börn fái barnabætur Já, að þá þurfum við að hækka skatta. Já, það þýðir... Á hverju eigum við að hækka skatta? Nú ég byrjað að spyrja Guðmund sem býr í samfélaginu. Já, ég ætla ekki að koma með tillögur skattahækkanir, sko. Það augljóst mál að það þarf að hækka skatta til þess að fjármagna þetta. Þetta er mjög þetta dýrt kerfi. En sem sagt... En það mikilvægt? Fáum við mikið fyrir það? Heldur að þjóðarheimilið sem að Svíar töluðum sé gott samfélag? Þessi maður sem að ég var að skrifa þessa bók sem er gráðuga Svíþjóð, hann fjallar þetta með eins og þeir hafi átt eitthvað sem var óendanlega mikilvægt en þeir hafa mistað. Talar það miklum söknuði og talar það ekki bara út af réttlætinu og fleira heldur hafi bara hugmyndi manna í samfélaginu breyst, áður hafi þetta verið eitt fyrir alla, nú eru allir að hugsa bara sjálfan sig. Það miklu meiri einstaklingshyggja svo sem í samfélaginu í dag, síðustu áratugina. En ég held að þetta tengist náttúrulega því að skapa meiri sátt þegar menn sjá að allir njóta góðs. En ekki að það sé bara bundið fátækri hjálp og líka það að þetta eykur almennt samstöðu meðal almennings að menn fái eitthvað fyrir sinn snúð, semst að leggja til með sköttum í þetta kerfi að þeir fái eitthvað í sinn hlut. Ég held að það eigi þannig lít ég á málið. Heyrðu, við munum halda áfram að tala velferðarríkið. Þakka fyrir að koma og aðstoða okkur við að byrja það. Ég reikna til þess með að Stefán Ólafsson, prófessor og starfsmaður Eflingar, muni hérna vilja tala um það. Þakkar aftur. En nú ætlum við að tala um íslensku og íslensku